Virðulegur forseti, fyrir stuttu síðan í viðtali við heilbrigðisráðherra var ég að ræða málefni aldraðra og ég ætla að rifja upp því ég enn sleginn yfir þeirri stöðu sem ákveðnir aldraðir og veikt fólk í dag. Vannæring, einmanaleiki allan sólarhringinn, einangrun, enginn til að ræða við, depurð, kvarta ekki, enginn að hugsa þau, ótryggt fæðuöryggi, fæðuframboð lítið, slæmt næringarástand, vilja ekki láta hafa fyrir sér. Þetta á við aldraða sem hafa minna en 200.000 kr. til ráðstöfunartekjur á mánuði og eru á aldrinum 77 til 93 ára útskrifast á öldrunardeild Landspítalans. Það eru 70% öryrkja með 200.000 kr. til að lifa. Það eru á annað þúsund öryrkjar sem hafa orðið fyrir búsetuskerðingum og útlit fyrir að það búsetuskerðing að verða áfram þó að það sé búið að standa síðustu 10 árin og það muni standa næstu árin vegna þess að ríkið segja þessu svo flókið að reikna þetta út. Ég spyr í lok hvers mánaðar, hvar á þetta fólk að skera niður? Á að skera niður lyfin? Ég held að það margir búnir að því. Ef að skera niður mat, það fólk að skera niður mat. Það á ekki fyrir mat í lok mánaðarins. Og það sem kannski skelfilegast í þessu, að þessum annað þúsund sem eru með búsetuskerðingar og af þeim öryrkjum 70% sem eru undir lágmarksframfærslu, hversu mörg börn eru á framfærslu þessa fólks. Og ef við horfum á það, hver er afleiðing af vannæringu? Vannæring leiðir af sér pirring, óróa, minnisleysi, þunglyndi, kvíða og mikinn og minnkandi hreyfihæfni. Er þetta sem við erum að bjóða þeim sem verst staddir eru þarna úti?